Utanríkisráðherra segist ekki óttast að Kínverjar ætli sér að taka Ísland yfir með nýjum fríverslunarsamningi. Hann verður undirritaður í Peking í næstu viku. Utanríkisráðherra var spurður hvort hann hefði ekki efasemdir að skrifa undir samninginn við Kína í ljósi þess að þeir eru ekki reiðubúnir að samþykkja mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Ráðherra segir að með samningnum fylgi sérstök yfirlýsing forsætisráðherranna að taka megi upp alls kyns málefni. Það verður reglulegt samráð á millum landana þar sem að við getum tekið allt það upp sem að við teljum þurfa að taka upp, þar á meðal mannréttindamál. Og þetta sterkara heldur en aðrar þjóðir eins og til dæmis Nýja-Sjáland og Síle hafa náð fram í samningum við þá. Þannig að ég er ekki hræddur við þetta. Íslendingar eru fyrstir Evrópuþjóða til að semja við Kínverjum fríverslun. Össur segir að Kínverjar hafi áhuga á Íslandi. Samstarf jarðvarmavirkjanir hafi verið gott og þjóðirnar hafi svipuð sjónarmið siglingar yfir norðurheimskaut. En hefur ráðherrann ekki áhyggjur af því að með samningnum séu Kínverjar að nota Íslendinga til að komast í betra færi við norðurhvelið og Evrópusambandið? Við létum gera mjög ítarlega úttekt í ráðuneytinu þar sem að margir sérfræðingar komu að þess að greina hvað fyrir þeim vakti, hvort að einhver hætta væri þarna á ferðum. Og niðurstaðan var sú að þeir eru ekki með neinum hætti að koma öðruvísi fram við Ísland eða með önnur áform, hvort var það fjárfestingar annað, heldur en til dæmis í Grænlandi eða í Kanada, svo ég nefnum það nú, þar sem þeir hafa keypt símafyrirtæki, stórt fjarskiptafyrirtæki. Þannig að við erum ekki hræddir við það.